Já, það held ég, kæru hlustendur, þið eru að fara að hlusta á ásendinga þátt Pingjunar. Við erum hérna Addi og Eiti. Já, við ætlum að spara ykkur tíma. Já, við ætlum að spara ykkur tíma í þessa tæpu mínútu sem við tölum hérna. Já. Pingjan.is, hún er komin í loftið. Þöksi Smart Media. Þöksi Smart Media. Og það sem að fæstir vita er að þau reka líka kerfið Invio sem sparar byrgjum og vefverslunum tíma. Já, þeir tengja saman byrðir við vefverslunarkerfin. Það er ekkert allir sem er þessu. Nei, og það er alveg luxury, sko. Já, hefur lendið því að vera að panta á netinu, byrðirnar eru til, svo þegar þú mætir búin að, þetta var out of stock. Það er út í hvort ekki með þetta tengt. Þeir eru búin að leysa þetta. Þar kemur Invio inn, Smart Media. Betri þjónusta, færri endurgreiðslur, minna vesen. Og svo náttúrulega bara fækkar þetta allir í handafinu. Já. Manstu þér að fólk var með vörutalningadag 2. janúar. Já, það gerir það enginn sem notar Invio. Það gleymist með Smart Media. Heyrið bara í Arnari og hann græjar þetta. Nafniðin sem sagt hjá Smart Media. Ekki spurning. Ok, frábært. Þekkir þetta? Nei. Já, er þetta ekki bara, þú veist svona... Svona blístra? Blístra svona, er þetta ekki svona eins og kallar gerði hérna árum áður? Þeir eru voru að flauta eftir konum. Ég heyrði nú bara að þú hafi verið svona á föstudaginn. Sést inn í stjörnupílunni. Eitthvað rugglaður. Á jommunni. Alltaf þegar að labba einhverja stelpu framjá, þá heyrðist. Vertu ekki með þetta ruggl. Anskotin er þetta. Verið velkomin. Eins og kallar gerði þetta. Já, verður ekki... Já, þú er með þetta, ég vissi að þetta er... Sögursagninnar eru réttar. Nei, þetta er að sjálfsögðu eintóm lygi hérna. Ég færi aldrei að gera svona. Ég stiltu drengur. En jú, það var vissulega fjör helgina. Já. En ekkert svona. Það var farið á Jómfrúna og það var farið í Píluna og... Já. Svo var 30-afmæli og þetta var bara stöppuð helgi. Já, ég skal trúa því. Maður finnur fyrir því núna, ennþá. Já. En, heyrðu, í dag... Það er ófriður þennan þátt. Það er ófriður. Nei, við erum með frið heima. Já. Og við erum nú fengið þetta líka inn í Dýpind og Pingjan. Fólk er að koma með tillögur. Já. Og við hlustum á okkar hlustendur. Þetta er svona hringrás. Við hlustum á þau og þau hlusta á okkur. Akkurat. Það hefur líka aldrei verið betra tækifæri heldur en akkurat núna að vera inn í Dýpind og Pingjan. Nei. Og láta að sér kveða. Ég sett inn í gær post þar sem að ég bauð fólki, fylgjendum okkar og hlustendum og vinum og vandamönnum að ákveða næstu 2 þætti yfir jól og áramót. Já. Þannig að við bíðum bara spenntir. Já, ég bíð engar spenntur eftir því. Sko, það verður mjög áhugavert að sjá hvort að næsti þáttur fara á flug. En þættirnir þar á eftir 2. 20. DS og 27. DS. Já. Það er svolítið, við ætlum að vinna þá í samvinnu við hlustendur sem er í Dýpind og Pingjan. Við verðum líka, verðum við ekki að vera dálítið jólalegir hérna 20. Þess vegna erum við að kalla eftir. Já, ég segi það. Að okkar jólalegustu hlustendur komið þar inn. Allir jólasveinar þarna úti. Allir jólasveinarnir. Já. Herði, nú með okkur er sjálfsögðu Kjaldan. Já. Sem fyrr, Payday líka. Ég er búinn að vera að skrolla í gegnum þessa síður bara yfir alla helgina. Já, það er, maður býður eftir fréttum inn á Kjaldunni og maður býr til fréttir á Payday. Það bara sendir reikninga. Já. Það er svona munurinn á þessu. Já. En helst vel saman í hendur í virðiskeðju okkar. Mjög vel. Og þetta er svona bara, þetta er verkfæra sett, hvítflippans. Er það ekki? Jú. Ég held að mig segja það. Já. En Kjaldan náttúrulega... Sími, talva, Payday og Kjaldan. Þá ertu eiginlega bara góður hvað sem er í heiminum. Já, reyndar hörkupunktur, En Kjaldan þið þekkið þetta er náttúrulega... Hér skoðum við ásendingan okkar á Excel-formi. Já. Það er þetta að fara í áskrift þar og mælum að sjálfsögðu með því. Já. Þú talar fráhvörf síðast. Já. Og þetta ég komst ekki inn á aðgangi minn út af að síminn hafði loggað sig út. Já, það er óþolandi. Einhvern veginn komst ekki inn og ég var að bilast. Já. Það get ekki séð tölurnar. Séð tölurnar bara rafrænt, skilur við. Það er alveg vitleysa, þannig að auðvitað eina vitið að vera í áskriftinni þar. Nú sömulegis Payday, bara eins og við sagt, margoft áður, lítil meðalstór fyrirtæki. Ef þið eruð ekki þarna, þá vitið þið ekki af hverju þið eru að missa af. Nei, það er rétt. Þetta er bara einfaldasta leiðin til að færa bókhald. Ég segi það.
Heyrðu svo náttúrulega kannski rétt að minnast á pingja.is, hún opin líka. Já. Póstlistin sömuleiðis, pingjabandalagið og það hægt að skrá sig inn á pingja.is þar. Einfaldasta leiðin til að eyða 1 mínútu af lífiðinu í ekki neitt. Já. Það inn á pingja.is. Ja, það er nú gamlir póstar þarna og svona, við komum til með að uppfæra þetta eitthvað á næstu. Já, það fyrir að rigna inn skemmtilegu efni. Næstu misserum en sem, eins og staðan núna, þá erum við með hérna, greinar úr gamlum póstlistum, þannig að endilega kíkja á það. Rétt. Nú, ok, fyrirtæki dagsins Friðheimar, það er kannski réttast að ég taki það fram bara strax. Ég hata tómata. Í alvörunni? Ég borði ekki tómata. Ha? Nei. En, sko, ég mjög skrítinn með þetta. En þegar þú færðir hambúrgara eins og... Nei. Ertu alltaf með hérna... Hvað ég var að taka? Get ég fengið hambúrgara til að sleppa tómatum? Já, ég alltaf það, sko. En málið með mig er það að, sko... eins og Serrano og svona, þar eru þau með hérna... Ég fengi mér hérna Serrano og óvart fengið svona tómatabita í það, sko. Og þá hef ég hugsað svona... Ó, hvað er gott? Já, djúvel þetta gott. Er þetta tómatarnir? Já. En sko, málið með tómata almennt, það er áferðin á þeim. Já. Bragðið finnst mér bara mjög gott, sko. Innan eða utan? Ha? Já, þú veist, hvað... Ég veit það ekki. Ég bara ekkert að snerta þetta. Ég býð alltaf mínus tómat. Þeir eru náttúrulega svona pínu stinnir á utan og mjúkir innan. Já. Og hvor áferðin er það? Þú fílar ekki stinn? Bara ég veit það ekki, skilur. Ég hef bitið í svona stóran tómatbita. Buff tómatana? Já, þá er ég bara, nei, þetta er ekki fyrir mig. Já. Svo, hef ég bitið samt bara í svona litla bita eins og ég sagði á Serrano eða eitthvað þannig. Já. Svo pinkulítið það sem er búið að mauka þetta, sko. Já. Og þá er ég bara svona, djúvel þetta gott. Já. Þannig að ég er alveg stórfurðulegur með þetta, sko. Já, mér heyrst það. Hefur ekki farið í Friðheima? Ég hef farið í Friðheima og ég, sko, á þess að fara eitthvað að velkjast í vafum, þetta er náttúrulega mjög vinsælt og fólk elskar tómata, sko, en eins og fyrir mig, það var ómikið af tómatum á matseðlunum. Já, í Friðheima. Það voru bara tómatréttir, skilur. Ég segi þetta ekki oft, en þetta er svona í fyrsta skipt sem ég hefur fundist eitthvað svona krútlegt. Já. Þegar, þú veist, þú sér það bara svona í þessum heim sem þau lifi, í Friðheimum, allir hérna með bíflugurnar og happy. Já. Þau fóru svo bara svona yfir sig í krútinu. Ef við ekki setja tómat í bjórin. Svo verðum við tómatbrauð og tómatsúpu. Þetta er náttúrulega geggjaður staður. Ég fór þarna á 30-afmælinu mínu. Það er ekki dreigað, en þetta er fyrst skipt sem maður hugsa svona, ef maður verið leiðilegur, þá myndi maður segja að þetta væri overboard. En þetta er bara pínu krútlegt. Já. Það er búið að tómata yfir sig. Algjörlega. Og þú veist. Og fólk er að elska það. Já, ég farið þarna alveg bara hugulegu staður. Svo ég segi ekki meir en og bara flott umgjörð og allt í kringum þetta. Nú, þetta er líka, sko, Friðheimar, þetta er svona létt veldi. Eigendurnir eru hjónin Knútur Rafn Ármann, búfræðingur frá Hólum. Já. Og Helena Hermundsdóttir... Hermunds. Sagði ég það? Hvað sagði ég það ekki? Hermunds, já. Hermundsdóttir. Ekki Hernuminn, nei, hún er garðyrkjufræðingur líka hérna frá Reykjum. Já. Þannig að þau eru frá Hólum og Reykjum, þetta er skemmtilegt. Akkurat. Þau skipta eignarhlutnum hérna jafnt á milli sín 50-50. En sko, þau eiga félag sem heitir Eignarfélag Friðheima. Og það á svo 2 dótturfélög. Sem sagt fasteignafélag Friðheima EHF og svo Friðheimar EHF. Og það er rauninni það seinna sem við ætlum að hafa svona rauða þráðin í dag. Já. Það er félagi sem heldur utan reksturinn sem slíkan. Og svo kannski verðt að minnast á það að þau eru, sko, eignarfélagið Friðheimar á 2,26% hlut í sölu félagi garðyrkjumanna. Já, vel spottað. Ég nefnilega er alveg með smá vangaveldi með það félag. Með þá... Sölufélag, garðyrkju... Já. Bænda, en ok, áfram með þig. Já, nei, ég kynnti mér það í rauninni ekkert nánar, sko. Þetta er svo lítill eignarhlutur, sko. En söguna kannski þekki ég ekki alveg eins vel og þú, þannig að kannski spurning hvort að þú viljir aðeins dreipa á henni. Sko... Eða svona, fara aðeins... Annað, kemur eitthvað inn á hrossaræktina núna, eða er það seinna? Já, það er svona, ég kem inn á því ásetningnum bara, en þú bara getur... Ég er búinn að ræða við 2 menn á þessu ári, auðmenn. Já. Sem hafa talað hrossarækt. Já. Það er eitthvað svo dulið og kekkja við hennar bransi. Já, sko. Annar talaði að slengið hrossakaup hafi verið réttnefnið því að hann var bara, það var svindlað rækilega á honum. Fengið til að sitja sem sagt, gott kast, mér minnir hann að talaði 10-15 milljónir. Já, bara stykki. Ég kaup eitthvað fólald og þú veist, þá var bara, heyrðu, þetta er bara stóðhestur. Við erum að fara seljandi í Þýskalands á 60-70 milljónir. Svikinn. Þú veist, ég veit ekki, hann var bara...
vantaði tvo hófa á hann eða hvað það var, ég maður ekki og hinn sem sagt bara stunda þetta sko. Tvo hófa, ok. Og þau eru í þessu, við verðum að fá einhver til að ræða við okkur bara rosarækt og útflutning á þessu. Það eitthvað sem segir mér að sko virði þessar, má ekki kalla þetta bara búfjárrækt, þetta kemur nú einhvers stað fram hérna. Jú. Að sko, þetta sé meira virði en bækurnar gefa upp hérna sko. Já, ég trúi ekki öðru, það var alltaf standið þessu fyrir þetta. Þetta bústofn, kallast þetta, hérna undir veltufjármunum, við kíkjum nánar á það á eftir. Já, þetta magnað, þetta var útúrdúr. Það má sjá verðmat á hestum og fólöldum og verðlaunahestum er þess að. Veistum, ég veit mér sem einn dúta, búin að vera í hestum í svona 5 ár, hann sagði mér að hann var að flippa hestum. Já, er það ekki, þú veist, gert það? Nei, en veist hvað það þýðir? Já, bara að kaupa þá lágt og selja hátt. Já, og veist hvað gekk út á? Já, þú sko, þá stóð til, við erum fara að lóa þessum og bara þú getur fengið hann á 50 skall. Sem ekki hægt að temja eða eitthvað. Hann tók á sig mánuð, temjan, seldi hann á 400 skall. Já, það er alveg flip. Við þurfum að vera með eitthvað svona deep into horses. Já, ég meina fallet, hér er þetta bjarga lífi. Og auðgast á sama tíma, ég meina, þú veist, það er margt fallegt í þessu. Flippa hestum, aftur á friðheimum. Er ófriður? Nei, það er ekki ófriður, þetta er krútlegt og fallegt fyrirtæki. Á ég að taka þetta, ég er eiginlega svolítið sko gegn mínu eigin handriti, þá er ég að hugsa að lesa bara beint af heimasíðunum þeirra. Já, það er líka, einmitt. Við ná að gera þetta svo vel. Það er mjög áhugavert líka bara að lesa þetta þaðan, sko, þau sumir þetta vel upp. Annað, ef þú hugsaður það er svo margir sem að líta á svona sem overnight success eftir að Kanye og Kim mættu. Já, einmitt. Þetta er örgulega... Voru þau þarna? Það er svona í seinni tíma sem sprengtið út ferðarþjónustölega síðan, hugsa ég sko. En þau kaupa þetta sem sagt 95 og ákveða að flétta saman þessar starfsgreinar sem þú nefnir, hestamennsku og garðyrkju. Þarna voru á staðnum 2 gróðurhús og stórt tómt íbúðarhús. En ylrækt hófst í friðheimum árið 1946. Veistu hvað þetta minnir mig á? Nei. Það minnir mig á leynilögina. Já. Eitthvað svona tómt, búið að vera í gegnum árin, kemur hugsun á fólk, keyrir þetta í gang. Og bara harkar þetta í sig. Já, þau hófust handa við uppbygginguna og nú iðar alltaf lífi. Árið 1995 til 2001 byggðu 1100 fermetra gróðurhús og voru í hefðbundinni ræktun. Það má segja að þessi ár hafi farið að koma sér fyrir og móta stefnuna. Síðan næstu 4 ár, frá 2002 til 2006, takaði ákvörðun að fara í heilsársræktun á tómatum. Sem er alltaf galið á Íslandi. Já, sennilega sko. Þau setja upp lýsingu í eldri hús og byggðu nýtt 1000 fermetra gróðhús. Þannig að þarna eru komið sko, hvað, 2200? Tæplega 2200 fermetra. Já, en það er skemmtilegt hérna, þetta var jafnframt mikill tími upplýsingaöflunar og endurmennt hennar. Veistu hvert þú voru að fara? Ertu búin að lesa þetta? Ég sé það hérna á Finnland. Já, mér finnst bara eitthvað svo nett að Íslendingar segja að sækja til Finnlands. Ég hef aldrei heyrt þetta. Nei, Finnar eru náttúrulega mjög framalega á sviði lýsingar í grænmetisræktun. Já, no joke. Já. Ruglega. Er það þá helst í Helsinki? Ég þekki ekki. Einhverju samar hérna í norður. Já, við þurfum að finna eitthvað út úr því. Já, ok. 2007-2013, uppbygging á hestamiðstöð og ferðarþjónustu. Byggt var hesthús fyrir 20 hross og útsýningarsvæði með 120 manna áhorfendastúku. Þá var sett á markað hestasýning fyrir ferðamenn og þegar þú kemur í friðheima þá sérðu þetta á hægri hönd þegar þú lappar. Mjög flott. Og þannig eru þau rauninni bara búa til annan tekju anga sko. Já, bústofun. Já, og þú veist bæði með þessar sýningar og allt sko. Þannig að hérna, við förum nánar yfir þá eftir. Ok, svo erum við hérna 2011 garðyrkjustöðin stækkuð og gestastofa byggð upp. Já. Og þessi hugmynd kemur svona upp úr hruni. Þarna, þú veist, það er í hruninu sem að þau fara í naflaskoðun. Já. Að bæta við nýjum tekjuanga sem eru ferðamenn. Já. Síðan hann 12-13 þróum vörulínu og matarminjagripa. Það er örugglega þarna sem við byrja að fara aðeins yfirum. Eigum við að setja tómata í gjörsamlega allt hérna. Þarna krútaði yfir sig í tómaturum. Sem er bara mjög fallegt. Svo byggjaðu þessa litla tómatbúð 2013 og svo er eiginlega ekki bara aftur snúið sko. Þau eru með vefverslun og allan fjandann og til að ég taki hérna eins frá Knúti sem að var í viðtali 2019 að þú varst örugglega ekki búin að sjá þetta. Nei, ég var búin að sjá viðtal við hann bara. Veistu hvað tók á móti mörgum gestum? Þarna talaði um fyrsta árið 2008. Nei. 900.
Ok, eitthvað sem segir mér að það hefur fjölgað. Já, veistu hvað ég tók á móti mörgum gestum 2018, 10 árið setna? Nei. 180.000. Shit. Það er svakalegu vöxtur maður. Já, ertu með það? 140x? Í hvaða veldisvexti er það á 10 ára tímabili? Það er hockeystick growth, ég er hræddur um það. En svo talar hann náttúrulega líka um hérna bara fyrir akkurat árið síðan í viðtali við Vísi. Talar hann um að að þau séu að byggja þetta nýja gróðurhús. Og þá fer fermetrafjöldin upp í einhver 5.000 fermetra sko. Já. Þannig að það er bara bullandi skölun í gangi. Og ég sé það bara í augunum á þessum manni, þetta er hugsjónamaður sko. Svo er eins og nefnir sko, það er þetta með íslensk grænmeti að þetta er greinilega að mestu leyti í eigu stærstu framleiðandana sem að eiga þetta operation sem heitir Sölufélag garðyrkjumanna sem er mun stærra heldur en ég hefði gert ráð fyrir. Veltir á bylunum 5-6 milljörðum. Já, það? Já. Herru, ég kíkti ekki eins og 90 manns sem vinna þarna og það heldur raun utan sölu, dreifingu og svona markaðskostnað. Manst í COVID þegar að fer að stað íslenskt eitthvað, allt íslenskt og eitthvað svona, þá voru þau náttúrulega í forgrunni og það er Sölufélag garðyrkjumanna, garðyrkjubænda. Já, sem að gera út af þetta og mér sýnist þess ég flett upp núna Reykjás, Friðheimum, held ég einhverjum einum enn. Ég hef aldrei tekið eftir þessu. Þegar þú kaupir tómat út í búð, sem þú gerir ekki, Nei, þá er þetta í svona nokkuð stöðlugum umbúðum. Þú ættir að geta komið þessu fyrir þig. Svona, ég veit hvað umbúður úr að tala um. Og svo stendur við nafn framleiðandans á því. Maður tekur þetta alltaf í flýti, aldrei spáði í því. En mér sýnst að sé þannig. Þannig að þetta er svona, heildarlúkkið er Sölufélag garðyrkjumanna og svo er framleiðandans getís. Veistu, er einhvers staðar annars staðar á Íslandi verið að rækta tómata heldur en í Friðheimum? Reykjás. Já, það er Reykjás, já. Og svo var ég búinn að finna held ég eitthvað eitt. Ég held að þetta er ekki margir aðeina sem er að standa í þessu. En ég ætla að segja með þetta Sölufélag, þetta er svona öfugt OPEC. Þú þekkir OPEC? Já. OPEC-ríkin sem að stjórna framleiðslu á olíu í heiminum. Já. Rússar, Sátar, Katar, Oman, hvað þetta allt heitir. Til að hafa áhrif á verð og frambúð eftirspurt, þá eru þeir að stjórna hversu miklu magni þeir dæla upp úr jörðinni. Þetta er ekki það. Nei. Þau eru ekki að stýra framleiðslunni í gegnum þetta félag. Nei, ok. Heldur sölu, dreifingu og öðru slíku. Já. Þannig ég vildi bara taka það fram. Já, en ég meina, ekki, þú veist, höfum við eitthvað verið að sjá bila verðhækkanir á tómatum? Þekki ekki. Nei, ég veit ekki það. Nei. Sko, ég ætlaði ekki að koma inn í það. Eða, þú veist, ég ætlaði ekki. Það er New Kid on the Block sem er ekki inn í þessu sölufélagi og það er ekkert eitthvað Guffi, Gúrku og Græmitisbóndi. Bjöggi Þór er komið með klænari inn á bransa sko. Bjöggi Þór? Bjöggi Þór. Bjöggi Tór, meinar þú? Bjöggi Þór. Það er íslenska Græmitisbóndanafnið hans Bjögga Tór. Bjöggi Þór. Það var eitthvað skrítið að Bjöggi Tór væri komin í tómatabransan allir núna sko. Nei. Þetta er Bjöggi Þór. Bjöggi Þór. Íslenska nafn Bjögga Tór. Vertical farming. Það verður mjög gaman að sjá hvað áhrif það mun hafa á svona hefðbundna framleiðslu hér á landi á næstu árum og erlendis. Vaxa, þú kannast nú við það. Já. Hárækt EHF heitir það. Við höfum heyrt um það. Já, Bjöggi Þór er einn af fjárfestónum þar. Já, einmitt. Og það er í þessu svona vertical farming. Já, og það er alveg áhugaverð pæling. Þú veist, maður þyrfti bara að kynna sér betur en ef horfir einmitt inn í Friðheimum yfir gróðurhúsið bara svona hugsaði bara um gróðurhús hvað vertical farming meikar mikið sens upp á nýtingu á gróðurhúsum að geta staplað eðlilega, bara upp á plássið en orku sko sparnaðurinn ég veit ekki þekki hversu mikill hann er en mér skilst að hann sé ekkit mikið hagræði endilega í vertical farming hvað var það orku Já, það segir þú nokkuð Já, er ég að fara með fleipur? Nei, við þurfum eiginlega bara allir Bjöggi myndi vilja koma og segja okkur af hverju hann er að fjárfesta í þessu það er reyndar gaman að fá þú veist því að þetta eru þetta er skemmtilega rangi af þessum iðnaði og sjá þú veist er þetta feasible í tómatum eða ekki það er góður punktur heyrðu þá er ég bara þú veist þá er svona loka vangaveltur Friðheimar Arnar Þór Ólafsson take it away þá byrjum við sem fyrir á rekstrarreikning og heyrðu hann er í boði Glænís samstagsaðila í dag það er engin annar en Isnik þá þekkjum við nú vel Léns herrarnir og við erum að nú ætlum við að vera með svona léttan lið sem er value lén vikunar við komum inn á eitthvað lén sem við höfum fundið
og allir við erum basically að koma með bara fjárfestingaráðgjöf frítt tips fjárfestingaráðgjöf Ég meina við nefndum hérna fyrir sumar nokkur lén í þætti Þau voru öll keypt Já, það var allavega þarna eitt sem ég sá Höfum við nefnt fleiri eða? Já, það var allavega, þetta var keypt launþegi.is Já, það var keypt, það var farið bara daginn eftir Þannig að, en lén dagsins í dag og verið fljót að fara og tryggja ykkur þetta stýrivexti.is Hér væri hægt að komast á ríkispennan Já, hér er þetta að gera góða hluti Hér væri hægt að komast á ríkispennan En hérna stýrivexti.is, þetta auðvitað búið að vera heitt í umræðinu núna Já En Má ég hendi inn einu öðru með? Hvað segirðu? Má ég hendi inn einu öðru með? Já Bara út í við erum að byrja, að pakka tilbúið Verðbólgudraugur.is Já, varstu búin að tjekka, er það laust? Já, ég held það, ég skal tjekka Já, við þurfum að, það þarf að vera laust Já, auðvitað, stýrivexti.is er laust En eins og við nefnt og rætt áður Þetta auðvitað að vera sjóðheitt núna í dag að kaupa lén og fólk átt að sig bara á valjún og að finna gott lén. Lénið verðbólgudraugur.is er laust. Það er laust. Þetta er orð sem ég giska á svona 10.000 manns Google á hverju ári. Þetta ratar reglulega í fréttir. Það var að hægt að setja upp einfalt spurningaform. Er verðbólgudraugur? Tengja við... Já, eins og með hérna er eldgos. Já, er föstudagur. Það er föstudagur, já. Er verðbólgudraugur? Er verðbólgudraugur. Það er já í dag. Já, sjálfsögðu. En við ætlum í samstarfi í Snikk og þetta bara hjálpa hlustendum að vera hérna með valjúlén vikunar. Já, vera á tánum. En svo er annað í þessu líka. Það þarf að passa upp á eitt. Ég hef aldrei spáð í þessu. Fyrir en að Tórsarinn bent og gráta. Þeir voru að loka léni. Þetta er orðið stórhættulegt í dag, ekki stórhættulegt. Það þarf að passa upp á hvernig gengur frá lénum. Því að netsvikarar hafa verið að stökkva á lén eftir að hætta með það. Þeir eru á hverju strái. Skrá sig strax og setja upp sama e-mail og þú varst að nota. Segjum við bara tökum dæmi pingja.is, lokum því. Á morgun er einhver netsvikari búinn að kaupa pingja.is, stofnar arnar@pingja.is og fyrir að senda reikninga. Þetta er nýtt. Það þarf að huga þessu. Það þarf að huga þessu. Þannig að fólk núna, ef þið eru að loka lénum eða hætta með eitthvað, við gætum þurft að fá frekar upplýsingar hvað er nákvæmlega best að gera. En ég myndi byrja því bara að senda tölvupóst á alla, láta vita að þú sért að hætta með þetta lén og fleira, bara til að koma í veg fyrir eitthvað svikarsamlegt athæfi. En þú veist, sko, þeir taka þetta fram sérstaklega, helstu leiðir til að verðast stuldi á aðgangi er að aðtöku hvort einstaklingar hafa enn aðgangaðum við netfengum sem notu voru til að stofna aðganga eða hvort lén sé núna í eigu annara. Já. Þannig að hérna, endilega ef þið eruð eigendur léns og ætlið að fara að segja þið upp, tjekkið á þessu, en svo sjálfsögðu eru þetta bara best að halda lénum. Já, það skila sér einn daginn. Langt best, liggja þessi eins og ormur á gulli. Ég segi það. En við þökkum Ísnik að sjálfsögðu kærlega fyrir þetta. Já. Nú, þá dembum okkur í rekstrarreikningin og þá eru það tekjurnar sem fyrr. Og tekjur Friðheima, 747 milljónir króna. Hvað er svona... Árið 2021. Hvað er fyrstu viðbröð? Fyrstu viðbröð, sko, þetta eru þeirra hæstu tekjur hingað til. Já, en þú veist, voru það vonbrigði fyrir þér eða bara... Nei, þetta er eiginlega meira en ég hafði búist við. Já. Og þetta náttúrulega skiptist niður á, í rauninni skiptist niður í þrennt. Það er garðrækt, ferðaþjónustu og svo aðra tekjur. Aðra tekjur eru litla 19 milljónir, en garðræktin 377 milljónir og ferðaþjónusta 351 miljón. Þannig að garðræktin er ennþá aðeins stærri. Tekjur af garðrækt, þetta er væntanlega bara flestur frá retailnum. Já, ég geti trú að sölufélagið kaupi það Já og beri í búðir Emmett. Ef ég þekki operation þess rétt. Já, en svo er að ferðaþjónustan, það er náttúrulega þessar gróðurhúsa heimsóknir, veitingastæðurinn, hestasýningar, reiðkennsla, vefverslun. Já. Allt sem að vefverslun kannski, ég veit ekki hvort að hún kannski er það aðra tekjur hjá þeim. Já, ég þekki ekki. En þetta er allan að bilaði vöxtur hérna milli ára 2020 og 2021. Manstu? 91,5% vöxtur. Manstu? COVID lék þau grátt. Já, við byrjum bara saman 21 og 19. Já, 21 og 19, já. En þá eru þau samt sem áður að hérna... Ég skal fletta upp fyrir þig. Auka vel tekjunar. Ég held það. Bara nánar tiltekið, við getum bara fletta þessu upp hérna. 20 beint í gegnum kelduna. Þetta er 21,7% á milli 2021 og 2019. Já. Og sem er náttúrulega bara stórgott. Nú, já, eins og ég segi, COVID bara lék þau grátt, tekið það dróið saman einhver 36,5% á milli ára 2020 og 2019. En þau virðast vera komin á rétta braut núna með hæstu tekjur í sýnist með sögu félagsins. Þannig að það er vel.
Nú, kostnaðarverð seldra vara 132 milljónir. Ég myndi halda að hér væri að ræða rafmagnskostnað við framleiðslu á tómötum. Svo hérna sérstök stærð sem heitir garðræktarkostnaður, 128 milljónir. Já. Og sko, venjulega myndi rafmagnskostnaður falla undir annan rekstrarkostnað, en ég held sveimi þá og hann falla undir beinan? Nei, í svona framleiðslu falli þetta undir þennan, garðræktarkostnað, ég myndi halda það. Það nú hvergi tekið fram neitt sérstaklega, þannig að við erum bara svona fabulera, en sko, ég með eitt observation hérna. Reykhouse, bitkeppinautur í tómatrækt, þau eru með rekstur fasteignar, rafmagn fellur þar undir og Reykhouse veltir eiginlega tvisvarsinnum minna, 168 milljónum. Skal rafmagnskostnaðurinn 50 milljónir. Já, einmitt. Það er bara Friðheimar stærra, sko. Tvisvarsinnum stærra. Þannig að það er ekkert ólíklegt að þetta sé bara helviti hár rafmagnskostnaður. Já, en þannig að hjá þeim samkeppnisaðilum, þá þetta í rauninu undir annan rekstrarkostnað. Sko, þetta undir sundurliðun rekstur fasteignar. Rekstur fasteignar, já. Sem að, það er ekki annað, en það er engin annar rekstrarkostnaður þar, þannig að... Nei, mér finnst eiginlega annar rekstrarkostnaður of lágur til áætla rafmagnsverð fallið þar inn. Einhverjar 66 milljónir held ég. Hann segir hérna í viðtalinu sem ég talaði áðan, lok árs 2021, að rafmagnskostnaður við nýja gróðurhúsið þeirra muni jafnast á við 3000 manna bæjarfélag, sko. Já. Svo ég myndi halda að jafnvel fyrir opnun þessa gróðurhús væri rafmagnskostnaður yfir 100 milljónir, sko. En þú veist, ég veit ekki hvað fellur beint undir kostnaðarverð seldra vara, það væri líklegast bara veitingareksturinn í einhvers konar bland við vefverslun og ferðamennskuliði. Já. Svo er væntanlega þetta þessi garðrækta kostnaður, 128 milljónir. Ég myndi halda að rafmagnið fallið þar undir. Herðu, eitt samt, með tekjurnar. Þetta er samt í rauninni mjög magnað. Ég er ekki með 2019 núna fyrir fram mig. Nei. Á Friðheimum. Ert þú með 19? Já. Sorry, að ég sé svona stökkvinn út. Aukningin í ferðaþjónustu hefur verið mjög stabíl. Nei, hérna í garðræktinni hefur verið mjög stabíl. Já. Aukningin frá til dæmis 2017 til 2018 er 7 milljónir upp í garðrækt. Já. Garðræktin er bara búin að vera 7-10 milljónir. Fylgir bara verðbólgunni einhvern veginn, sko. Já, á meðan að ferðaþjónustan er að bæta við þessi 50-60 milljónir. Eins og ég var að segja, hún er ennþá lægri. Já. En það er bara tímaspursmál held ég hvenær það tekur yfir, sko. Já, akkurat. Við framþróun. Já, en hvað gerist hérna? Þú veist, það er 190 2020. Hvernig náðu þau næstu í að tvöfalda garðræktina á milli ára? Hvað meinarðu? Garðræktin fer úr 190 milljónum upp í 376. Hvernig fara þið að því? Öll árin á undan var þetta bara búið að vera að hækka 5-10 milljónir. Þetta er náttúrulega COVID, það væntanlega hefur eitthvað spilað inn í þarna, sko. Nei, ég er með hérna 2019 líka. Það var 150 milljónir 2019. 190 2020, svo fyrir þetta upp í 376. Já, meina það, já. Var bara að slátra allir tómatauppskjörunni og pumpað út. Þetta er góð pæling, sko. Hækkuðu verðið, eru þau komið með buff-tómata sem eru 2 sinnum dýrari. Voru þau að taka eitthvað yfir og eitthvað framleiðsluna? Já, þetta er spurningamerki, sko. Útskýrðu mál þitt. Ég er ekki með neina sérstaka kenningu hérna, sko. En ferðaþjónustan hélt sér hérna alveg, þú veist, ágætlega, tæpa 200 milljónir 2020. Við sko að það var 2019? Já. 462. En þú veist, þetta er allavega 200 milljónir fjandinn hafið að, þú veist, það var engin ferðamennska inn í 2020, en Íslendingar voru náttúrulega duglegir að... Ég með svona milljónarna. Já, nota ferðagjöfina og þetta. Ég notaði mína ferðagjöf einmitt í Friðheimum, sko. Já. Þú sér það, sko. Akkurat. En... Þetta er áhugavert. Hvernig garðræktin... Við þurfum eiginlega að krefja svara hérna. Já. Knútur, svaraðu kallinu. Send okkur á pingjan@pingjan.is. Útskýrðu málið þitt. Hann er svo sem velkominn hingað, Ríðand og Hossi. Hann getur heyrt í okkur. Ásamt Helenu, þau geta komið hingað. Hvar var ég? Vorum við ekki í... Já, við vorum eiginlega bara konur í launin. Já, þetta eru hérna 342 milljónir í laun og launatengt gjöld. Af því eru 286 milljónir í hrein laun. Og hér eru 47 stöðugildi að meðaltali. Og það gerir rúmlega 506.000 krónur á mánuði í laun per starfsmann. Mér fannst ég sjá í grein laun per starfsmann. Þau fara upp í 60 yfir sumarið. Þeir eru hvað mest í ferðaþjónustu. Hvað segirðu, fara þau? Upp í 60 starfsmenn. Já, svona mest, það eru einhverju hlutastarfsmenn og verktakar sem að detti inn. Já, algjörlega, vantarlega yfir sumartíman.
Nú beint yfir í EBITDA, nokkuð myndaleg EBITDA upp á rúmar 78 milljónir sem að gerir 10,8% EBITDA framlegð. Öllu betri staða hjá þeim núna en í fyrra þess að við vorum með neikvæð EBITDA upp á 47 milljónir. Og þá skulum við bara dempa okkur yfir í hagnaðinn sem allir að bíða eftir hérna, hreinn hagnaður, 22,2 milljónir. Já. Og nú veltir einhver fyrir sér, hér helviti langt gap á milli EBITDA og hagnaðar. En það eru náttúrulega afskriftir, erum með fasteign, ég kem nánar inn á þetta og eftir. Afskriftir upp á 27,6 milljónir og svo eru hérna vextir og sko verðbætur, þau eru með mjög þung fjármagnsgjöld. Er þetta verðtryggt? Sko eitt skot að gini í bústað, eru við þar eða? Kemur ekki fram, en mér finnst það líklegt já, með að við að hérna, það eru einhverja verðbætur á þessu. Þetta eru, já, í rauninni tæpar 24 milljónir í vaxtagjöld og verðbætur. Þetta er þungt, erum við lán hérna upp á 447 milljónir en ættu alveg samt að vera að ráða við þessar árlegu afborganir af því enda með fallegan rekstrarreikning en þau meigaðu þetta ekki við miklum áföllum, þau eru í raun stíf gíruð. 89,4% skuldahlutfall, ekkert óeðlilegt við það svo sem en það getur verið þungbært að vera með fyrirtækjalán í dag eins og við vitum. En, það bara djöfulegt helvít. Já, ég hef samt Gjörvextir pluss álag, segja þér. Þú sér það sko. Ég hef full að trúa þessu, við skulum fara nánar hérna yfir skuldindar á eftir flottur rekstur. En eins og ég segja, hagnaður 22,2 milljónir árið 2021 eftir 67,5 milljón króna tap í fyrra. Svo þetta er eins og ég segja, þetta er alltaf á réttri leið og leiðir rétta átt aftur en kíkjum þá í efnahagsreikningin. Og hann er í boði Landsbankans í dag. Eitt hvað? Nei, ég var bara að spá, ég er svolítið all over the place í dag. Átiðu mig að tómatum í morgunsári. Já, ok. Krútaði yfir mig, fekk mér einn tómatbjór og koffíntöflur. Ég er með smá samaburð. Já. Friðheimar, Reykjás, ég hendi flúðasveppum, svo tók ég hárækt. Viljum við vita álagningarpróstur núna eða á ég að stökkva bara inn þegar þú hefur lokið máliðinu? Nei, ég myndi bara, við vorum að ljúka rekstrarreikningu núna, viltu ekki bara kíkja aðeins á þetta? Sko, kenningum, álagningu, fáum flúðasveppina. Friðheima, 185%. Ég tók bara garðræktakostnaðinn. Já, það kannski ekki alveg, svona gefur ekki rétta mynd. Nei, kostnaðarverði segi ég. Fóru ég ekki í álagninguna beint, sko. Já, 185% hjá flúðasveppum. Þetta er bara kokkstilt með garðræktatekinni. 192%. Það munar ekki miklu. Og svo var ég hérna með Reykjás, 318%. Þau velta 172 milljónum, koks upp á 41. Og hárækt eða vertical farming, 197%. Þannig að það munar ekki svo miklu. Þetta er svona... Já, þetta er svona... Þau eru öll hérna í 190 til 200% álagningu. Já. Reykjás væri svona sennilega besta dæmið eða ekki? Jú, eða hárækt. Nei, í raunin ekki hárækt heldur. Það fjallir inn í þetta styrkir og allir fjandinn. Sko. Þannig að það er eiginlega bara ekkert að marka það sem ég sagði. Síðan þennan minútu. Bara eyðið þessu úr ykkar lífi. Nei, Reykjás samt, þau voru með hvað, 197% sagður? Nei, þau voru með 318%. Já, þau eru með það, já. En ég held að það er erfitt að alltaf bera þetta saman út af því að kostnaðarverðið er í rauninni óútskýrt hérna og svo er þetta að fara að röka þetta fyrir því að garðrækta kostnaðurinn sé inn í þessu líka og hérna. Akkurat. Þetta er erfitt. En þá skulum við skunda í efnahagsreikningin og eins og ég segi, boði Landsbankans sem fyrr tekur samstarfsaðili og þar er auðvitað póstlistin gamli góði. Já. Landsbankin.is/póstlistar og það er staður sem þið viljið vera á. Veistu hvernig við byrjum að segja unaður? Nei. Janúar og februar. Já. Ég sá það í vikubyrjunni að unaður fann að spá því að hún byrja að hjaðna almennilega verðbólgan janúar og feb. Já, elskaði það. Það var búist við smá hækkun í DS. Sennilegast bara út af kaupgeðveikin í Íslendingunum. Já. Svo frjósum við aðeins í janfeb. Þá hjaðnar þetta vel. Við erum komin niður í 8,2% í februar. Við líst stórkostlega á það. Já, þú veist hvað við segjum. Nei. Þvílíkur unaður. Þegar verðbólgan hjaðnar. En þar eru hérna vikubyrjunin og Hagsjáin í gær, þar var verið að tala um hérna afganga viðskipti við útlönd á 3. ársfjórðungi. Já. Það er auðvitað eitthvað sem skiptir máli, áhugaverð stærð að skoða. Svo er auðvitað vikubyrjunin aðeins svona til að skerpa á heilanum í byrjun viku. Þetta hjálpaði mér að vera svona aðeins bjartsýnn inn í næsta ár. Já, algjörlega. Og vikubyrjun sem kom í gær, hún hérna sýndi þarna 3 punkta.
3 mikilvæga punktar sem að gerast í vikunni, þannig að endilega kíkja á það og verðum allt á hreinu. Nú, þá eru það eignir, við byrjum þar og fasta fjármunir 529 milljónir og þar fer stærst fasteignin sem er á bókfæri verið 462 milljónir og eins og ég nefndi áðan þá er náttúrulega fasteignafélag þarna í samsteypunni og í því félagi er fasteign skráð á bókfæri verið 64 milljónir. Ég myndi gíska að það væri bara fasteignin sem að þau búa í sko. Þau náttúrulega búa þarna alltaf árið kring. 400 milljóna einbýlishús. Nei, 64 milljónir. Inn í fasteignafélaginu. Já. En þessi 462 milljón króna eign er, þú veist, það er í rauninni inn í Friðheim EHF sem við erum að skoða sko. Og þá erum við væntanlega að tala gróðurhúsið sjálft og líklega hesthúsið og þú veist, allt sem er búið að byggja hérna. Ég var að fara að giska að þú væri búin að byggja eitthvað tómatamahal, ekki Taj Mahal, heldur tómatamahal, 400 milljóna einbýlishús og tómatum hann. Eitthvað virki. Já. En hérna... Svo er ekki. Þetta er líklegast þess að segja gróðurhúsið, hesthúsið og einhverja fleiri viðbyggingar sem að falla þarna undir þessa 462 milljónir sem að það er á bókfærðu virði. En eins og ég segi, inn í fasteignafélaginu sem ég nefndi í byrjun, þar er bókfærðeign upp á 64 milljónir og svona keypt verð á því er samtals einhverjum 130 milljónir, þannig að það er búið að afskrifa það alveg heilan helling. En allavegna, aftur í Friðheim EHF, þá eru hérna vélar og tæki fyrir 61,5 milljón. Þetta er væntanlega meiri hluta tengt garðræktinni myndi ég halda. Já. Þú veist, eitthvað svona, ég veit ekki hvað þetta er. Þetta eru örugglega bara svona þetta vertikal dæmi þannig. Þetta lýsingar, perur og allt ót maður. Ég veit ekkert hvernig það virkar. Nei. Við þurfum að fá einhvern til að veit okkur aðhald í þessu. Þannig. Mjög gott. Herðu, já og svo að lokum hérna er að bifreiðar fyrir 5,4 milljónir. Nú, svo er það veltu fjármunir og það eru tæpar 100 milljónir. Og hér efst er merkileg stærð, eins og við nefndum á hann, bústofn. Hér eru menn að flippa hestum. Já, og það eru 10,7 milljónir. Og ég verði eiginlega bara að fara í skýringar í ásendingnum og lesa upp hvað fellur þarna undir bústofn. Þarna er verið að verðmeta líf. Hér er verið að verðmeta líf nefnilega, sko. Hér er hross á 14. vetri og eldri, matsverð í árslok 70.000 og bústofnseign fjöldi 2. Svo er hérna hross á 5. til 13. vetri. Það er matsverð í árslok 300.000. Já, en nota bene, þetta eru 9 svoleiðis. Já, þetta eru 9 þannig, sko. 9 á 300 skall. Já, einmitt. Ég vil að það er lítill peningur. Já. Það, eins og ég segi, það er eitthvað sem segir mér að þetta bókfærða virði hérna sé miklu lægra heldur en það er. Því að hér er svo verðlaunarhross, þau eru 11, það eru á 8,8 milljónir. Já. Þannig að hérna, þú veist, hér er verið að verðmeta að því virðist per verðlaunarhross 800.000 krónur. Já. Það hlýtur að vera dýrara, sko. En þú sér það líka matsverða á þessu öllu rýrnar yfir árið. Já, ekki öllu eða flestu. Já, það eru þarna trippi. Já, trippi á öðru til 4. vetri. Hvað sem það nú er, en það er allavega 8 á 100.000. Hvað heldur það að sé? Trippi? Ég veit ekki. Bara eitthvað svona, ég ætla ekki að gera maður fíbli enda, sko. Nei, ok, alltaf góða. Ekki ætla ég að gera. Nei. Hérna, og svo er það hérna fólöld, það er reynda 0 stikið þeim. En þau eru í þessum hestaleik. Og eins og ég segi, í heildina er þetta metið hérna í bókum félagsins á 10,7 milljónir. Já. Sem að, þú veist eins og ég segi, það er eitthvað sem segir mér að það sé hærra. Þetta er mjög liquid. Að raunvirði. Þetta er mjög liquid. Er það? Ég held það. Það er samt, er gott flóta á þessu. Já. Svo hangaði hérna á 75 milljónum að viðskiptakröfum. Kröfur á tengda aðila 11,8 milljónir. Og svo er það hérna handbært fé. Það er ekki nema 1,5 milljón sem er auðvitað ekki gott. Allt í hestana. Já, eiga vissulega inn í slatta viðskiptakröfum sem að, þú veist, það þarf að innheimta það líka. Já, rétt. Verðum að innheimta það. En eins og ég segi, veltu fjármunir samtals 100 millur, heildareignir félagsins eru því hérna 629 milljónir króna, pluss á einhver tekjuskattsinneign hérna reyndar upp á 2,6 milljónir. En svo þetta er svona í heildina 632 kissukúlur í eignum.
Nú, þá það skuldir, eins og ég myndist á áðan, eru með þungt lán á sér til langstíma, 422 milljónir, svo næsta árs afborgun áætluð 25. Þetta eina langtíma skuldin sem að hvílir á þeim en svo eru þau með 143 milljónir í skammtíma skuldir. Stærst þar skuld við tengda aðeila upp á 51 milljón. Kemur því með hverki fram hverjar. Þú veist hver á þessa skuld á þá sko, en fasteignafélag Friðheima vissulega með kröfu á tengd félög á 22 milljónir. Eins og ég gerir fastlega ráð fyrir að þau hluta í þessari skuld Friðheima. Svo viðskiptaskuldir og aðra skammtímaskuldir upp á tæpar 60 milljónir samtals og því eru skammtímaskuldir 143 milljónir og þá skulum við skoða aðeins skammtíma greiðsluhæfið. Veltufjárhlutfallið góða, gamla góða. Það komir á óvart að undir veltufjármunum ekki að finna byrðirnar sem oft svona ríkulu hluti af veltufjármunum hjá fyrirtækjum. Það lítur út að allt þurfa að vera bara svo ferskt þarna, þau geiminga byrðir. Þetta bara rifið að trjánum. Já, þarna sem matreitt. Þú verður að koma þessu strax í umferð. Já, en það allan enga byrðir, en sko veltufjárhlutfallið stendur í 0,70 og þetta auðvitað eitthvað sem við viljum sjá hærra. Heyrðu, getur verið að sölufélagi kaupa þetta bara on the spot? Já, þú veist. Pronto? Já, maður veit það ekki sko. Tómatar! Þú veist, ég veit það ekki, það allan ekki byrðir og kannski make a sense því að ég segja að þau... Hann er örugglega helvítið þægilegt upp á reksurinn að gera. Þau ekki að sitja á byrðum. Nei, ég veit sko. Þetta hangir þarna bara á plöntunum og svo það bara rifið og selt. Það búið að selja þetta áður en að þetta rifið af. Það bara hlýtur að vera. Já, getur verið. Þetta svona það sem skilur á milli ávaxtar og grænmetis. Já, ég veit. Viltu fara nánar út í það? Nei, þú veist. Hvort finnst þér tómatu vera ávaxtur eða grænmeti? Ég veit ekki. Ég ætla ekki að gera mig fílblíð hérna. Er þetta ekki grænmeti eða? Nei, ávaxtur. Ekki segja þetta. Jú. Það hlýtur að liggja í augum uppi. Já, þetta vex á tré. Já, sko, maður hefur samt alltaf hugsað tómat sem grænmeti, sko. Já, ég vissi að það myndi spyrja, þannig ég ákvað bara að ná í fræðilegu skýringuna. Til ávaxta teljast allar þær jurtaafurðir sem vaxið hafa úr egglegi, frævunar og plöntu og umliggja fræ hennar. Meðal ávaxta eru þá bananar, tómatar, netur, aprikósur og baunabelgir. Tómatar eru ávextir. Yes. Þetta ef þetta væri föstaskaffi þá væri þetta yfirskriftin á þættinum. Tómatar eru ávextir. Já, við getum... Þú veist, það alltaf talað grænmeti eins og gúrkur, tómata og lauk, þú veist, það alltaf talað grænmeti í því samhengi, sko. Já, það er bara... Þá dýbönguð það hér og nú. Fólk undir meðalgreind sem að álykta slíkt. En eins og ég segi, veltufjárhlutfallið hefðum viljað sjá það hærra. Og sömuleiðis skuldahlutfallið dálítið hátt, 89,4%. Þannig að þetta svona... Þetta dálítið viðkvæmt, þú veist, ég mikil áhætta í gangi, sko. Já, þetta ekki áhættulaus business. Nei, þau lenda náttúrulega ekkert sérstaklega vel í því þarna í COVID, eðlilega. Ég reyndi að mæta og stuðja þau, en... Ég mætti og stuði. Já. Ég, hef samt enga síður trú að þeim. Nú, EIF, óráðstaf EIF, 66 milljónir, engin arður greiddur út. Og flettur því eitthvað upp í gegnum árin? Hafa eitthvað verið að pumpa út eða? Nei, ég fór ekki lengra aftur með það. En ég held að, eins og ég segi, EIF, þetta eru rúma 66 milljónir. Já, ég er 2018, engin arður þá. Þau eru allavega yfir núllinu sem vel. Hvað segirðu? Engin arður 2018. Nei, ég veit. En svona til að draga þetta saman... Sko, þetta náttúrulega bullandi skölun bara í gangi hjá þeim. Já. Eins og ég nefndi áðan, 2021, þau eru að stækka gróðurhúsið sem að sennilega ekki komið inn í reikningin, þú veist, 2021. Því að þetta viðtal var tekið við hann í lok árs 2021. Þau eru með rosalega mörg svona tekjustreymi. Ég fíla það. Já, mér finnst það geðveikt. Þú veist, þau eru innovative, þau eru skapandi með það sem þau eru að gera. Þetta er svolítið svona, þetta íslenska Disney World. Já, það er einmitt. Þetta er það, skemmtilegt, en sko, ég smá áhyggjur, ég ætla bara að viðra þær hérna, þetta auðvitað erfiður tími til að vera með þetta lán. Já, og að vera í framkvæmdum, þú veist, þetta er ekki ákjósanlegt. Nei, þetta er ekki ákjósanleg staða, sko, og lenda í þessu, sennilega, allir hafi ekki verið búin að ákveða þessar framkvæmdir þegar COVID skall á, sko. Jó, það geti verið. Þungt.
Já, getur verið þungt, en eins og ég segi, með að við, hvernig reksturinn að ganga, þú kíkir bara rekstarreikningin að þetta lítur bara mjög vel út hjá þeim. Þannig að ég sé ekkert, ég veit ekki, ég sé kannski enga ástæðu til að hafa einhverjar bilaðar áhyggjur, en þetta svona, ég held með þeim. Sko, þau eru með störluð reviews á TripAdvisor. Þetta hérna að meðaltali 4,7 stjörnur af 5. Veistu hvar þau eru number 1 of 11 things to do? Hvar þau eru? Já, í Reykholti. Já. Þú kemur í Reykholt, þú átt að velja inn á TripAdvisor, Friðheimur nummer 1. Já. Og svo þetta náttúrulega bara einn vinsæll staðurinn á Gullnarhringnum. Þetta svona verða bara að hluta því stoppi. Þannig að ég hef engar áhyggjur af þeim. Nei, ég held ekki. Ég held að við sammælumst það. Getum verið sammála það að þau eru að gera allan mjög góða hluti. Og við höldum með ykkur. Nú, þessi samantekt var í boði Dominos og nú komið nýjung þar. Það er stór vika. Það er svona ársins í appið. Þín svona viðskiptasaga, það sem þetta allt dregið saman. Við mælum að sjálfsögðu með árið þitt 2022. Eigum við eitthvað að bera saman bækur eða? Já, ég bara eyddi allt og miklum tíma frá eldavélinni og inn á Dominos. Það er það sem appið segir mér. Sko, hjá mér kom fram 12,5 tími. Já, ég sparaði 1935 mínútur í eldhúsinu sem er næstu 1,4 sólarhringar. Sko, það verðilega bara allir sem hafa pantsur á Dominos og sækja appið. Það er sko fullt af upplýsingum pítsunar. En hvað fekk ég hérna? Hvað varst þú kallaður? Ég var extra. Ég kallaði, þú ert tricky típa. Já, ég er tricky típa líka. Svo kemur mynd af tómat. Já, í ananas. Og það er svolítið skemmtilegt. Svo hérna, veist hvað er einstakt við mig? Nei. Þú fílar stórar brauðstangir betur en flestir. Já, það. Ég er í topp 5% af landinu fyrir stóra brauðstangir. Ég er í topp 1% á extra. Topp 1%, sko. Vá, það er gott. Og það er held ég vinsælasta pítsan á Dominos á þess að, alltaf staðreina það, en sko þetta með brauðstanginnar, ég er búin að hafa með svona 2 af þessum tæplega 2000 sem ég panta. Það fer allt í guttan. Það sér ekki á honum, það leggst svo hægt á hann. Það fellur ekki hratt á hann? Nei, það fellur ekki hratt á hann, eins og mig. En svo stendur hérna að ég er í tíma ananas, eins og 50% þjóðarum. Þetta er drullu skemmtilegt. Allir sem hvetjum ykkur til að kíkja þetta. Með Dominos appið, farið í gegnum þetta. Þetta er engin kvíði eins og að stíga viktina að fara í gegnum þetta. Nei. En svo sömuleiðis minnum við þetta á að það er þriðjudagur í dag, þriðjudags tilboðið, gamla góða, það er á sínu stað. Já. En þá held ég að við svona förum bara að ljúka þessu. Þú varst nú með varstu með eitthvað svona samantekt á þessu? Sko, ég er með ágiskun. Já. Mér fannst ég sjá hérna í einhverju frétt, samt stóða ekki í fréttinni, það var í fyrirsögninni, að The Vertical Farming var að claima hérna að þeir væri orðin eitt stærsti framleiðandi á ekki salati, ekki káli, þeir voru einhvern veginn svona steita að þau væri búin að framleiða 150 tonn af grænmeti, orðin eitt stærsti framleiðandinn bara. Og ég fór bara hérna á eina vefverslun, tók verð per kíló á tómati og deildi með álagningunni sem að út frá síðustu rannsókn var 10%. Það er mjög lágt. Ég geti verið algjörlega út á túni hérna. Og svo deildi ég þessu með tekjunum af garðræktinni. Já, ég skil þig. Og ég fekk út að þau var að framleiða 181 tonn af tómatum á ári, sem er bara svona fair enough. Með sömu tölu kíkti ég á Reykhouse og fekk út 84 tonn. 84, og það hefur komið einhvers stað fram að þau eru stærst og Reykhouse væri eitthvað helmingi minni eða hvað það væri sko. Og með veltu er það líka, en ég veit ekki hvort því sem er kíló verður rétt eða vaskinn eða hvað þetta allt heitir sko. Þannig að mögulega er ég bara út að skýta. Þetta er áhugavert sko og við sjáum hvergi þessar tölur, en ég veit það væri gaman að sjá meira framleiðsluna. Hann talaði um að 2021 tókuði á móti 5.000 gestum til að sjá hestasýninguna. Það er magnað. Það er bara árinu 2021, það var náttúrulega lokað líka alveg eitthvað 2021 sko. Já. Þannig að það er frábæra árangur, en það væri gaman að vita með hversu framleiðsluna. Þeir með að henda þeirri töluinn, hvort þessi algjörlega út á túni sko. Svo væri líka til að þetta verði svona íslenska Disney World, að þeir voru að labba, að komi svona einhver Tommi Tómatur í búning og gáði mynd með Tomma Tómat eða Knút Tómat. Það er auðvitað frábær hugmynd, Knútur Tómat. Knútur Tómatur. Og þetta getur verið viðskipt hugmynd fyrir þau, ef þau eru að hlusta.
Já, en herðu Skemmtilegt fyrirtæki. Já, ég held að ég hef allan að lokið mínu máli. Fjölbreytt tekjustreymi. Þau eru í uppbyggingafasa. Já, og þú veist búin að vera það lengi, en þau eru ekkert að... Þau neita að vaksa. Þau bara neita að hætta að vaksa og þetta er bara skapandi fólk. Það er eina sem ég sé hér, sko. Ef við svótgreinum þetta til framtíðar, hverjar eru hætturnar af Bjögga Þór og hans samkjæmni? Já. Ég veit það ekki. En sko vaksa Friðheimar er bara orðið svo mikið household name í bara ferðamannabransan. Já, klálega. Og líka sko, núna þegar ég hugsa að tómatar náttúrulega vaksa vertikli á svona trjám. Þau mér ekki raða í bakka eins og vaksaði með allar kryddjurtirnar og þetta dót sem er óþólandi að kaupa út í búð. Já. Veist hvað er að tala um? Ég hef ekki mikið verið í því, sko. Bara þegar þú kaupir steinselju eða basil eða eitthvað. Ekki mikið í því. Nei, þetta er svona, þú kaupir 30 grömm á svona 300 kall. Já. Þú þarft svona 1 gramm. Þetta fer alltaf til spillis. Og þú ert ekki að borga mikla upphæð, en þú finnur sóunna því þetta fer alltaf til spillis. En vonandi fara menn að minnka umbúðina þar. Heyrðu, nóg að randinu, erum við ekki bara... Láta þessu loknu, við verðum með ykkur að sjálfsögðu aftur næsta föstudag, föstudagskaffinu. Hvað það er nú ákveðið, við ætlum að fá til okkur hérna framkvæmdastjóra Örbergar. Já. Það verður mjög áhugavert spjall. Já, hann ætlar að... Spyrja hann spjörnum úr. Já, hann ætlar að opna sína tómatabækur. Já, heyrðu, þá bara heyrjumst við aftur á föstudaginn og verðið sæl. Já, bye.